Nú ætla ég að sýna skrautstoffið af peysunni Brum sem prjónað yfir grunn af 7 umferðum af stroffi. Maður byrjar sérst bara á því að gera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 umferðir af stroffi sem 1 slétt, 2 brugnar, 1 slétt, 2 brugnar. Í 8. umferðinni þá fer maður og prjónar 1 stykki strá í hverja sléttulykkju. Og það gert með því að fara hérna niður og sækja spottan 6 sinnum. Þá byrjar maður að telja fyrir neðan efstu lykkjuna. 1, 2, 3, 4, 5, 7. gatið. Förum þar í gegn, sækjum lykkjuna og förum alveg upp að svona eins og hæðin á prjónunum. Þá förum við í 5. gatið, sækjum aftur 4., 3. og annað. Núna erum við komin með, og 1. Þá erum við komin með 1, 2, 3, 4, 5, 6 bönd upp á prjónin. Þá prjónum við þessa síðustu hér. Núna ætla ég að fletta þessum hérna í röð yfir prjónuðu lykkjuna. Byrja á lengsta, fer yfir, næsta, yfir, 3., 4., 5., 7. Og núna ég með prjónuðu lykkjuna á prjónunum og hér komið strá. Þetta svolítið, hérna hef ég verið svolítið harðhent. Ég ætla að gera betur næst. Málið nefnilega að maður þarf að hafa svolítið lausa þræði. Og nú ætla ég að vanda með því, gera langt band. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fyrsti, langt band. Annar, 3., 4., 5., 7. Böndin þau styttast svona heimað, bara í samræmi við hæðina á lykkjunni. Nú ætla ég að prjóna síðasta. Þá fletti ég yfir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Þetta miklu betra. Nú hérna strá, eins og þið sjáið. Þá held ég áfram. Þannig að þetta var of fast hjá mér, við hoppum bara yfir það. En hér komið eitt bara býsna fallegt. Ef að maður ruglast og hérna, segjum við svo hérna, 1, 2, 3, 4, 5, 6 í byrja og tek öll böndin yfir. 2, 3, 4, 5, 6 og prjóna þessa. Þú veist, ef ég fer hérna og gerir bara eitthvað tjón og ruglast og þetta fara í einhverja klessu, þá ekkert annað en að bara rekja bandið fram af, sækja aftur lykkjuna og byrja upp á nýtt. Ég mæli ekki með því að reyna eitthvað að fiska sig út úr þessu á miðri leið, heldur bara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Málið verið sæmilegri birtu, búin að fá sér kaffi, ekki að reyna að fylgjast með einhverjum söguþræði í sjónvarpinu, heldur bara að hafa næði til að dúlla sér í þessu. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 og svona. Fer ég til aftasta. Þá getur hann að styðja aðeins við þetta svona með puttunum til að átta sig á því hvaða band hvað. Það ekkert 100 í hættunni þó maður seti 4. á undan 5. eða eitthvað svoleiðis, það leysir sig á endanum. Aðalmálið að maður sitji eftir með raunverulegu prjónuðu lykkjuna og maður tékka á því með að toga í spottan. Ef ég get togað í spottan og þessi lykkja herðist, þá hún rétt. Og hér kom fínt strá. Og þá prjóna ég næstu 2 sí svona. Þá ég búin að gera þessa stráumferð. Svo bara fer maður í næsta hring og fellir af í brugningu, sléttbrauðið. Þannig þá lítur þetta svona út. Ef maður gefst upp á að gera þessi strá, þá
þá bara hefur maður stroffið eins og það var, slétt brauðið og ekkert frills í kringum það. En þetta ágætis gestaþraut að spreyta sig á að prjóna stráin og það þess virði þegar peysan komin að hafa þetta skraut.